Góða kvöldið og verið hjartanlega velkomin á Árshátíð Laugalandsskóla 2024. Ég heiti Esja og ég heiti Lísbeth og við verðum kynnarnir ykkar í kvöld. Hér hafa kennarar, starfsfólk og nemendur unnið hörðum höndum við uppsetningu á leikritinu Dýrin í Hálsaskógi sem Bæring Jón Breiðfjörð Guðmundsson hefur leikstýrt ásamt Einari Þór Guðmundsssyni, tónlistarkennara og Rögnu Magnúsdóttur. Hér í Laugalandsskóla erum við ekkert að spara það, enda mun hann Einar Þór sjá undirspil og meðan sýningu stendur. Einnig mikil vinna lögð í búninga, en hún Björg Kristín Björgvinsdóttir sá alfarið það, þá með hjálp kennara og nemenda. Eins og þið heyrið hefur þetta verið mikil samvinnuverkefni þar sem allir leggja sitt af mörkum. En við komum nú ekki hingað til að hlusta á hversu frábæra kennara við höfum. Er það nokkuð? Eigum við ekki bara að hefja sýninguna? Jú, ég held það sé sniðugt, en áður en við byrjum vil ég biðja alla að setja síma á silent á meðan sýningu stendur. Við kynnum með stolti Dýrin í Hálsaskógi, gjörið svo vel. Ég mæti mikið sjá með mjóa klóð á og mjúkan pels og merkisvip sem það langar fá. Ég ligg í leini þétt við lágan runn og klett, en líkt ég finn hver lítil mús löngu illa sett. Ég kalla gagn í kló með músaskinni, þá kveð ég gegn með brauð úr þínu þinni. Mikla nýtt á þér og málskiptin að fer. Einn og tveir og þrír og þá með hún ég til þér. Á veiði för ég fer og frakkan rauða ber. Þeir vinni dýrum og fjall þeir mega gáfa sér. Þau skálfa eins og öll í jókun og flýja burt. Í margra sögur mínar slæði munu hafa spurt. En nussi músa til ég greini, sjá Martein kallinn læðast þar hjá steini. Hver hafi hljótt sig, en hérna fer ég með. Hið litla mótna músagrein mætti vara sig. Starfið í myndum saman ber, 10 handa frængu og 20 handa mér. Og af þeim get ég 8, þá eru 12 að bjóða. Gerast upp í skiptum fyrir hunangsveitu góða. Ég skal nú segja ykkur það að ég var að koma frá honum héraðstum bakara. Hjá honum keypti ég dýrindis köku, því amma mín að koma í heimsókn í dag. En nú vona ég bara að ég mæti ekki honum Mikka Ref, því hann hættulegur. Blessaður. Blessaður. Hvað varst að segja þarna áðan? Ég sagði bara, góðan daginn herra Mikki. Nú já, góðan daginn. Hvað ertu með í körfuleiðinni? Bara köku? Láttu mig fá hana. Nei, þú fær hana ekki, því amma mín er að koma í heimsókn. Láttu mig fá hana, segi ég. Nei! Þá ég til bæði þig og kökuna. Nei! Gætbyggar! Þarna stendur veiðumaður á báti tréð. Hvað? Þarna! Þá er best að fela sig. Martein, komdu, felldu hjá mér. Já. Og að hverju hlægir þú? Nú gappa ég þeim heldur betur, heimski Mikki, hér er enginn veiðumaður. Og hvað var það músinni? Horfin, gersamlega horfin. Þetta skal þú fá borgað. Fannst ykkur ég ekki sniðugur? Fannst ykkur ég ekki sniðugur? Þarna koma fleiri. Segi, ætli þetta sé ekki Hulli, mús, honum skal hérna. Ég fyrir mig hér
og bíð þangað til hann kemur. Nú læt ég ekki leika á mig. Hér kemur Lilli, maður klifur mús sem kætir berin í sér hvert hús, en regluleg söngva músikmús og meistara gítara sláttur mús. Tralalala, tralalala, tralalalalalalalala. Ó, hjálpi mér, þarna sé ég skottið á rifnum. Núna er þið, Lilli! Komdu í gang! Já, já! Stoppaðu, segi ég! Músaræsni! Mikið er það nú sorglegt að refir skuli ekki geta klifrað í trjá. Heyru, ég skal ná þér! Þótt síðar að verði, bíddu bara. Og hvað heldur ég þurfa að bíða lengi eftir því, Mikki? Ég ætla að sitja hér og bíð þangað til þú dettur við. Þó ég þurfa að bíða þér í heila viku. Já, það er langur tími. Þá er ég nú að hugsa að búa til smá vísu svona með henni bíð. Ég vil að... Svíndslæri. Mikki, ertu það ennþá? Veistu, Lilli, ég heyri á það svo illa. Varðu til ég að koma ned svo ég heyri betur í þér? Nei, veistu það, Mikki. Mér fellur það bara stað betur að vera þetta uppi, sko. Annars ætlaði ég bara að spyrja þig dálítið. Nú, já, þá. Spyrðu. Ég ætlaði bara að spyrja þig hvort ég væri með nokkuð á móti skapi, hvort ég raula þér svolítið, svona meðan við biðum. Nei, gjörðu svo vel. Syngdu bara, ég er bara gaman að því. Þetta segi ég ásettir á því. Þegar hann byrjar að syngja þá geta bara glingjur og bara dottið niður. Lilli, syngdu bara. Það er ekkert víst að finnst þessar vísu neitt skemmtilega samt. Nú. Það eru dálítið sorglegar, sérstaklega fyrir refi. Ég rauða kvæði refinn sem hér býr. Í græni vill hann gleyma hinn góðu skógarnýr. Já, þetta er sorgarsöngur, víst í saga illa fer. Því hæfanir rafanir rúllan græn og vestur endir er. Einn dag hann þar á heiðum, þar voru húsahús. Þá rak hendular glymur í gráa litla mús. Ég tek þig, sagði hæfan þá, upp trjám og lúsin rann. Því hæfanir rafanir rúllan græn, hún finnst í öruggt vann. Þá var hann súl á sviminn og sagði gott hjá þér. En bíddu bara óðan, ég líka skal þín hér. Svo taumar hann við sjálfan sig og síst að leikinn átt. Því hæfanir rafanir rúllan græn, hún brötnir niður brátt. En Mikki mátti bíða og músík einhvern veginn. Þú heyrir skjálfta slefi hjá skröggervika leið. Það hungrið á mig hann og engan veitti ró. Því hæfanir rafanir rúllan græn, hann datt kott og dó. Kom ekki fram! Var það ekki skemmtilegt kvæði, Mikki? Þetta var það mesta bull sem ég nokkuð tíma heyrt. Dattum kott og dó. Þá hefur nú valla mikið vit á skáldskap. Ég skil allt sem ég kæri mig að skilja. Og nú borða ég þig bráðum upp til agna. Ertu svona voðalegur svangur? Ég skal þá gefa þér þetta svolítið á meðan þú bíður. Nú hættir þú þessu, eða? Eða hvað? Eða? Ekkert. Og passaðu það því. En heyrðu Mikki, nú ætla ég að syngja fyrir þig aðra vísu sem hún mamma mín kenndi mér þegar ég var lítil. Ef til vill fellur hún þér betur heldur vísan sem ég söng fyrir þig áðan. Alveg ábyggilega. Og veistu það, Mikki? Þessi vísa, hún er vögguvísa! Vögguvísa! Nei, Mikki, ekki lögguvísa. Nú? Vögguvísa. Nú, já. Já, syngdu það. Dvel
að syngja hana fyrir þig aftur? Já, þú endilega vilt. Á ég að syngja meira fyrir þér, Emil? Er Nikki sofnaður? Það datt í hug. Þá megum við ekki hafa hátt, svo vaknar við. Hvað? Ætlar hann ekkert að fara að vakna? Mikið voðalega sefur hann fast. Heyrðu, nú fæ ég hugmynd. Eigum að stríða reglum hans? Þegar ég segi nú, þá öskra allir. Vaknaðu Röfur, svo hann vakni. Eru þið tilbúin? 1, 2 og... Þetta var alveg ágætis vísa hjá þér, Lili. Ég vil gafna að þú syngir hana aftur fyrir mig. Láttu ekki svo sendingan að Lili, ég sé þig vel. Lili. Lili. Nosa ræsni. Hann ég eftir sofna. Jæja þá. Þá fer ég bara til félagsliðspartana. Og ég bara på allar köguna. Gott. Margir segja að refir séu svo afskaplega sniðugir. Mér finnst það nú eiginlega ekki. Ekki mikið að minnsta kosti. En nú nenni ég ekki að tala meira um hann. Ég ætla heldur að syngja dálítið fyrir ykkur. Ég hef samið vísindar alveg sjálfur og þær eru hérastu bakara. Hlustiði nú. Hinum fræga hérastum helgast þessar sögur. Hann á brauðabakari og bakar hverja stund í því. Kostar góðar kökur og talkökur eru til í því nekta búri. Eina stór og önnur smá, allar smittar til að sjá. Rjómar og sakúri. Mínar brauðir borgar fast og öfnir hringir snúðar. Hveitir brauð og hættar brauð og hvera brauðin sitt og raun. Og píkar pupur brúða, hérastumbur hefur og hundangsbrauðin frekir. Í bakaríum bakarans, í brauðagerðar vísnum hans, vildi ég vera með í. Verið bless! Bakaradrengur, ertu þarna? Já, bakarameistari, ég er. Já, gott. Já, í dag átt þú að baka piparkökur á meðan ég vel í búðinni og sel brauð. Á ég að baka piparkökur? Já,
En þá voru að sýna mig hvernig ég á að gera. Því ég var aldrei á að baka piparkökur. Nei, því þú átt að læra. Það er engin vandi að baka piparkökur því að við eigum okkar eigin piparkökusaum. Ef þú lærir hann og gerir allt sem hann segir í saumnum, þá er það orðið piparkökur. Og hvernig er þessi söngur? Já, hvernig er hann? Hann er ná svona, hlustaðu ná. Piparkökur bakast kökur gera. Maður tekur fyrsta vekku, steikja pottinn og 1 kíló margarín. Heldur yfir eldismjörið en það næsta sem hann gerir er að hæra tíf og sykur saman við það heitir. Þegar öllu þessu lokið hellast þarna eggjarauður saman við 1 kíló hveiti færist ofan í pottið vel. Síðan á að setja þetta aðeins bara til pipar. Svo er þá að mjöra degið, breiða það svo út á fjör. Þetta er ekki vandi. Nei, svo fleturðu degið út eins og pönnuköku. Svo fletur degið út eins og pönnukökur. Svo gerur litla kalla og kettlinga úr deginu. Svo gerir litla kalla og kettlinga úr deginu. Já, svo leggur kökunar á plötuna. Svo leggur kökurnar á plötuna. Já, og bakar þessu hafninu. Bakar þessu hafninu. Já, alveg rétt. Og byrja nú. Já, og byrja nú. Já, og byrja nú. Já, byrja nú. Já, batu. Byrja þá. Já, ég á að byrja að baka. Já, þetta er ekki vandi að baka piparkökusöngur. Þegar piparkökur bakast kökur gerðar maður til. Öllu steina og 1 kíló margarín. Bræðir yfir eldismjörið en það næsta sem hann gerir er að hræra teskið sykur saman við það heillin vín. Var ekki orðað teskið að sykri? Jú, það var orðað teskið. Svo er öllu þessu standa eggjarauður saman við 1 kíló hveitispærist og í pottinn með. Síðan á að setja í þetta aðeins bara kíló pipar. Svo er það bara leggja það svo út á fjör. Það var vant. Svo leggið degið út á fjör og fleta út eins og pönnukökur. Svo býðið til litla kallar og kettlingar úr deginu. Og svo setjið kökurnar á plötuna og baka þessu á ofninu. Svo get ég sest niður og ég þarf ekki að gera meir. Góðan dag, hérastýrður bakari. Góðan dag, bóksamamma. Hvað get ég gert fyrir þig í dag? Ég ætla að fá hér 2 vel bökuð brauð. Já, hér koma 2 vel bökuð brauð. Og hvernig hefur svo bóksamamma? Þakka þér fyrir, honum liður ágætlega. Hvað var þetta mikið? Já, þetta var 2,85 krónur. 2 krónur og 85 aurar? Já, finnst þið það eitthvað mikið? Já, Þetta er alveg búið að kosta þetta alveg síðan 1962 minnum.
Nú, jæja. 2 krónur og 85 aura. Gjörðu svo vel, Hjálmstubbi. Þakka þér fyrir. Og svo smákaka kaupandi þetta bóksarið. Alveg ókeypis. Þakka þér fyrir, Hjálmstubbi bakari. Þú ert alltaf svo góður. Já, ég veit það. Vertu bless. Já, vertu bless, bóksarmamma. Og ég ætla að heilsa bóksarpappa. Ég skila því. Hvernig gengur það með pipakökurnar? Jú, bakarmeistari, það var akkurat tilbúnar. 32 gómsættar pipakökur. Já, og passa þig að þetta er mjög heitt. Já, nú er að sjá. Ég var búinn að segja þetta væri heitt. Já, nú er að smakka hérna. Hvað í óskopunum hefur gert bakarafræði? Ég ger bara það sem bakarmeistari sagði mér að gera. Nei, það hefur þú bara alls ekki gert. Það er leifir að smakka hérna. Býtu, er þetta gott? Atjú! Dálítið skrítið bragð. Já, það var víst áræðanlegt. Gæði, segðu mér hvernig það fórst það. Þegar pipa... Atjú! Á svona áfram með þig. Þegar pipakökur bakast kökur gæðar maður til. Fyrsta öllu steika pottin og 1 kíló margarín. Bræðir einir alveg smíður en það næsta sem hann er að næra teskir sigur saman við það heilin mín. Ég sagði kíló af sykri. Nú átti að vera heilt kíló af sykri. Já, svona áfram með þér. Þegar öllu þessu lokið hellast 8 eggjarauð saman við og kílófeindir ræðist og í potinn við. Síðan á að setja í þetta aðeins bara kíló pipa. Hvað sagði þau? Aðeins bara kíló pipa. Hjálpið mér, hamingja. Heilt kíló af pipar. Já. Ég hef nú aldrei heyrt annað eins. Jó, hann veit ekki líka pipakökur. Ég sagði eina teskeið af pipar. Ó, og þess vegna var ég alltaf nærmar. Kökur eru allar ónýtar. Það Fleygðu út á rompunum. væri sín. Þær eru alveg ónýtar. Get ekki bara gett þær hérna. Eftir því kemur ykkur sem finnst góðar svona kökur. Engar finnst góðar svona kökur. Það er ekki ómögulegt. Heldurðu það? Nú já, geymt það bara. En farðu svo út í búð og afbreytum brauð á meðan ég býtir pipakökur eins og pipakökur eiga að vera. Ég get vel búið til pipakökur. Nei, það getur þú ekki neitt. Svona svæntaðu. Nú vandast málinn. Bakarmeistari! Bakarmeistari! Hvað viltu? Ég sá refinn út í skóginum. Nú já, sástu refinn? Já, mér sýndist hann vera á leiðinni hingað. Ó, svei. Og mér sýndist hann ekki vera blíður á sviði. Nei, hann er það nú sjálfnast. Nú borðar hann náttúrulega allt sem við eigum. Bakarmeistari, þetta er ráðið. Að við felum allt sem er til af ætum og góðum kökum og brauði og tökum ópíprukökurnar og setja þær hérna á borðið. Svo kemur refurinn, tekur hann allar og þar verður lausir við þær. Já. Svo kemur refurinn, tekur hann allar og þar verður lausir við þær. Já! Og þetta er ágætis ráð.
veistu það? Þú lítur ekki út fyrir að vera eins og vitlaus og allt. Nei, ég veit það. Já, en núna þurfa að drífa mig. Þarna kemur hann. Já, góðan dag, herra Mikki. Góðan dag. Ég ætla að fá alla þessa köku. Já, hvað margar? Alla! Já, þá verður það 3 krónur 10. Ég borga ekki. Já, ef þú borgar ekki, þá færðu bara heldur ekki kökuna. Láttu mig fá alla þessa kökur, annars setjum þig í staðinn. Nei, þá skaltu heldur bara taka kökuna. En veistu það, að þetta kalla ég að stela. Mér er sama hvað þú kallar þetta. Komdu við póka. Já. Takk fyrir. Já, þetta eru bara góðar og gómsæta kökur. Ég hef aldrei smakað eins og það. Já, þetta eru bara mjög góða kökur, sko. En það er ekki sama hver borðar það. Hvað áttu við? Sko, afi minn var mjög vitur maður. Hann sagði alltaf að stolnar kökur væru vondar á bragði, en kökur sem keyptar var á heiðarlegan hátt voru sætar og góðar. Afi þinn var rugludall. Já, hann verður nú svolítið oftast rétt fyrir sér. Þetta er bara bullum súr og sætu kökur. Já, ég er ekki svo viss við það, sko. Ekki það, nei. Þetta get ég samlað strax. En fyrir það, ég ætla að fá eina köku. Já, hér er ein sem kostar akkurat 10 aura. Já, hérna. Þetta er dálítið skrítið. Já, var þessi nokkuð eins og hann? Nei, nefnilega ekki, hún var sæt og góð. Já, ég veit það. Afi... Hættu að fadra hennar afa þinn, nefni. Ég er að stupið. Ég held ég kaupi kökunar. Ég er bara ekki með pening, þannig að ég þarf að skreppa heim og sækja veskur. Ég geymi kökunar. Já. Húrra, bakar þetta lék við, sko. Já, það gerum við. Og það var... Núna þurfum við að hraða hana. Já, núna þurfum við að tæma pókan af þessum ógeðslegu kökum sem þú bakar sjálfur. Svo fyllum við hann af kökum sem að ég er nýbúinn að baka. Alveg 32 gómsæta piparkökur. Já, en er þetta ekki heitt? Já. Já, má gleyma því. Já, en nú þurfum við að fylla hann af pókan af þessum kökum. Já.
Þarna kemur hann. Erastöpur, hvað kostu þessa kökur? 3 krónur 10 aura. 3 krónur 10 aura? Já, finnst þér það eitthvað mikið? Nei. Á, mamma er þetta veski. Nei, bara ég. Þú veit það. Hérna eru 3 krónur 10 aura, en fyrst ætla ég að smakka þessa kökur. Og ef það eru alveg eins vondur á bragðið, þá skaltu veiga mig á fæti. Var þessi nokkuð eins vond? Þá bara kemur þér ekkert við. En Erastöpur, ekki vogar að halda því fram að ég borgi þér ekki fyrir mig. Húrra, bakarinn! Þarna lékum við aftur á. Já, við gerum það. Já, og það var allt og pipurkökunum þínum að þakka. Já, fátt er svo með öll í það ekki búið nokkuð gott. Veistu það? Við erum svo sniðri. Já, við erum sniðri en nokkur annar. Húrra! 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 Þetta meira veðrið. Ég verð að halda á mér eins og fast og ég get, svo að ég fjúki ekki niður. Nei, þarna kemur annar mús. Þegar litla músin úti má alltaf vera gáfa sér. Þannig að margur þrællinn fer á kreik sem að þætti hvort maður getilega músastig. Kannski svær hún mig, kannski fær hún þig, kannski fær hún tralalei. Gömul ugla gáin niður úr tré, hvaða góð myndi að fá þar sér. Hana grunar gjarnan hver það sem að gengur hjá mér að klífina yfir sér. Kannski sér hún mig, kannski sér hún þig, kannski sér hún tralalei. Amma, þarna kemur þetta dýrindis músastig, alveg mátulega stórandi af mér. Ég bíð þangað til hún kemur nær. Skárri er hún veður ofsinn, ég kemst varla úr sporunum. Vindurinn hvín og blæs eyrun á mér. En hver liggur þarna í leiði? Hjálpi mér hamingjan, það er brokkölturinn! Haha, og nú kem ég og ég næði þér, amma minn. Já, seg, og nú flýg ég bara regnhlífinu upp í loft. Hvað var það? Hún bara horfði. Sjáu þið, hvað var það músinu sem ég sá ég rétt á? Góðan daginn, Patti.
segja þér? Að ég væri étin? Ótætans refurinn hefur verið á ferðinni. Ég er sammálaður refinn. Hann er slæmur. En það var nú ekki hann í þetta sinn. Það var hann Patti Brokköldur sem var nærri búinn að klófesta mig. Patti Brokköldur og Mikki refur eru mestu óþokkar og uglar sömuleiðis. Já, en svona hefur þetta alltaf verið. Dýrin éta hvert annað og finnst það ekki frásögufærandi. Aldrei get ég önnur dýr. Mér myndi ekki einu sinni detta það til hugar að leggja mér Patta Brokkölds til munns. Varla er hann undir góður á bragðið. Nei, það er nú svo. Og síður myndi ég éta hann Mikka ref. Nei, það myndi þér aldrei detta í hug. En hví á hann þá að éta okkur? Af því hann er refur. En við skulum ekki tala þetta meir. Við skulum heldur tala eitthvað skemmtilegt. Já. Heyrðu, nú skaltu fá þér kaffisopa, amma mín. Ekki meint mér að því eftir flugferðina. Og kaffi er líka það albesta sem ég fæ. Svona, gjörðu svo vel, amma mín. Yndislegt kaffi. Þetta er ósvikið baunakaffi og lífrænt í þokkabót. Ég finn það. Og enn svo dýrlega kaka sem þú átt. Hefurðu bakað hana sjálfur? Já, ég bakaði hana sjálfur. Nei, reyndar gerði ég það ekki. En ég bakaði hana svo... Nei, ég bakaði hana ekki. Ég keypti hana alveg sjálfur. Hjá Héraðstöð bakara. Hún er afar bragðgóð. Ég er svona að fá þér aðra. Nei, takk. Ég er sömd. Þú skalt heldur geyma það sem eftir er handa honum viniðinum Lilla Kleifurhús. Finnst þér að ég ætti að gera það? Já, það finnst mér. Hann verður áreiðanlega feginn. Það verður hann áreiðanlega. Þú ert eitthvað svo áhyggjufullur á svipinn, Martin minn. Já, veistu það, amma? Ég get bara ekki annað en hugsa það. Það verið gott að búa hér í skóginum ef allir gætu bara verið vinir og stóru dýrin gætu látið okkur litlu í friði. Já, en þú veist, svona hefur þetta alltaf verið. Stóru dýrin hafa yfirhöndina og við minni dýrin verðum bara að herga okkur eftir bestu getu. Já, en sjáðu Bangsapappa og fjölskylduna hans. Þau eru öll stór. Þau eru stærst og sterkust af öllum hér í skóginum. Þau láta okkur samt vera. Já, hann Bangsapappa er góður. Ef allir gætu bara verið jafn góð og hann, þá gætu stóru dýrin látið okkur litlu í friði og litlu dýrin gætu hjálpað þeim stóru. Því stóru dýrin geta margt sem litlu dýrin geta ekki og öfugt líka. Veistu það, amma? Ég ætla að fara til hans Bangsapappa á morgun og ræðum þetta við hann. Þú ert vitulítil mús og þetta er margt gott í hug. En nú þarf ég að hugsa til heimferðar. Ég ætla að vera snemma í nóttinni í kvöld svo ég komið snemma á fætur á morgun. Þakkaði fyrir kaffið og þakkaði fyrir mig. Já, verðu þér góðu, amma, og vertu sæl. Já, og takk fyrir kökuna. Finnst ykkur ekki líka að ég ætla að fara til hans Bangsapappa á morgun? Haldið þið ekki líka að allt yrði miklu betra hér í skóginum ef allir gætu bara verið vinir? Nei, hvað sagði það? Heyrðu, já, eins og þá eru margir svo ófriðarsamir og refurinn er verstur af þeim öllum. Hann læðist runnana og hugsar ekki annað en að éta allt sem verður á vegi hans sem er minna en hann. Svei bara. Góðan daginn, Martin! Það er bara ég, vinur þinn, Lilli Kleifurhús. Já, er það bara þú, Lilli minn? Já, ég samtlaði heima að mér á hann og þá datt mér í hug að góður vinur Martin sæti eflaust heima á sér. Og þá datt mér í hug að góður vinur Martin sæti eflaust leiðilegt að sitja alveg heima á sér. Svo þá hugsaði ég með sjálfum mér að ég ætti að kíkja í heimsókn til hans Martins og syngja fyrir hann nýja lagið mitt, svo er þetta aldrei glaður, hugsaði ég. Já, það getur nú bara orðið aldrei gaman. Já, heldur það ekki. En hvers vegna sagðirðu Svei? Ég sagði ekki Svei. Jú, hérna, rétt áður en komu bræður. Þá sagðirðu Svei. Já, áttu við það Svei. Það sagði ég bara vegna þess að ég var að hugsa
Það skil ég vel. Það er rétt að sveigja á hann. En nú ætla ég að syngja fyrir þig nýja lagið mitt. Það er ágætt kvæði og það eru sjálfa mig. Hlustaðu nú. Ein mús er best af öllum og músin það er ég. Í heimi mús er engin slík hetja stórkostleg. Ég geng allan daginn og gítarinn minn slæ. En svingi mig á stundum þá syng ég bara hlæ undir lýjan dæ. Netum aðrir safna í holur sínarinn. Ég labba út hagann og leik á gítarinn. Ég vini á svo marga í Viði, Tóft og Bæ sem glæjast þegar ég nálgast og gisting hjá þér bætt undir lýjan dæ. Í veislur er mér boðið, ég vitja fleiri röð. Því selja vil ég magann og syngja og vera glöð. Svo gaman er að lifa, ég gleðst við lítið bæ. Já, aðrir geta stríðnað, ég aðeins syngur lag undir lýjan dæ. Já, hvernig féll þér það? Já, ég veit nú ekki alveg. Það er skemmtilegt. Já, en þetta er ekki svona kvæði sem hvetur mann til að hugsa. Í dag ætla ég að vera duglegur og safna mörgum netum. Nei, það áheldur ekkert að gera það. Kvæði mitt að vera svona hátíðan og veistlukvæði, svona partíkvæði, sem hvetur mann til að hugsa sem svo. Í dag skulum við vera kátir piltar og syngja og borða margar netur. Það var að safna netum, það er annað mál. Þú ættir frekar að yrkja netusafnarakvæði. Það getur orðið til gagns. Þarf alltaf komið til gagns. Sumt er til gagns og sumt ekki. En hvað var það sem segir þið sjálfan í dag? Ég var bara að hugsa hvað við ættum að gera við refinn. Við leikum bara á hann, við leikum á hann. Já, það er ekkert svo víst að okkur takist það alltaf. Það var núna bara síðast í dag sem hann Patti Brokköldur var nærri búinn að éta gömlu góðu ömmu mína. Ömmu þína? Er heimsóknardagur hennar ömmu í dag? En heppilegt. Heppilegt? Og þið hafið eflaust borðað köku? Já, það gerðum við þetta. Lukuð þið nokkuð við hana? Nei, það eru 4 sneiðar eftir. Amma sagði ég ætti að geyma þær handa þér. Sagði hún það? Já, hún sagði það. Hún amma er afskaplega vel gerð mús. Það var nú bara að segjast. En segðu mér nú, hvað hefur þú hugsað að gera við refinn? Ég hef samið lög það hvernig öll dýrin í skóginum eiga að haga sér. Líka hvernig ég á að haga mér? Hvernig öll dýrin eiga að haga sér. Hlustaðu nú. Fyrsta grein. Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir. Ó, mikið óbáslega er þetta gott. Já, finnst þið það? Takk fyrir, Lilli minn. Önnur grein. Ekkert dýr má borða annað dýr. Já, þetta ætti mikið refur að heyra. Þriðja grein. Sá sem er latur og nennir ekki að afla sér matar má ekki taka mat frá öðrum. Hvað segirðu? Má ekki hvað? Má ekki taka mat frá öðrum. Bíddu, hvað var þá að taka mat? Ekki frá neinum. Þetta voru lögin. Heyrðu Martin. Númer 1 og 2 þær. Mjög flott og vel gert og allt það. En, finnst þið svo eftir að sleppa þessu síðasta? Nei, sú grein er einmitt svo mikilvægasta. Er það? Já, hún er það. Allt í lagi þá. En, ég veit að leggja til smá breytingartillögur. Kannski að má ekki taka mat, en að þiggja mat. Það var. Þiggja mat. Já, það má. Flott. En, segð mér nú annað. Hver er vel ákveðið að þetta verði lög? Bangsapabbi. Ég ætla til hans á morgun. Hann á að ákveða að þetta verði lög. Ekki óbáslega alltaf gaman að koma til að bangsa pappa. Hefur þú komið til hans? Nei, en ég gæti vel komið þér á morgun. Já, veistu það, Lilli? Ég held að gæti bara orðið dálítið gaman. Þá segjum við það. Þakka þér hjartanlega fyrir kökuna, Martin minn. Nú er hún búin og þá verð ég að fara að drífa heim. Bless! Ha, Lilli,
Hérna já, við sjáumst það bara hérna snemma í fyrramálið og bara góða nótt. Já, við sjáumst snemma í fyrramálið. Góða nótt. Á morgun merkisdagur. Í dag mánudagur og í dag fæ ég stólþvott. Ég skal hjálpa þér, mamma. Ég skal safna saman tauginni fyrir þig. Það er ágætt, væni. Svo næg ég vatn á meðan og þá er allt tilbúið. Svo get ég styrkt mér í kollnís á meðan og þá skilur bómsamamma ekkert hvað er orðað af mér. Og þetta verður mikill flottur dag. Hjálp! Bíddu, er eitthvað þetta ofan í? Það er bara ég. Er það þú, Bangsi litli? Þetta áttu þú ekki að gera, mamma. Nei, þetta átti ég ekki að gera. En elsku litli vinur minn, ég vissi ekki að það væri þarna ofan í. Já, en ég var þar. Já, þú varst þar. Ég sé það núna. En það er nú búið að gert. Og þegar þú ert komin í stampinn, þá get ég eins vegið núna. Þá þarf ekki að fara í báðu laugardaginn. Allt í lagi, mamma. Bara litla bangsamann er raun að sáðu hann. Hann skal ljúfa reynast þær, hvað sem ennur seint í kvöld. Hörðir skána hjá á þér og hálsinn búða svart. Hugsunarnir allir næpa þér í stífla kvöld. Betur skal ég bangsinni, hlusta á þér völdfrótti. Einnig á ég Hlusta, Bangsi mann, lík bara hann er sína. Er nú svona ekki reynt á okkar allir með? Þetta er nóg, mamma. Já, þetta er alveg nóg. Mikið ertu nú alveg fallegur. Svo þurrka ég vandlega. Og nú máttu fara að leika við ígóttubörnin. Þau komu á hann og spurði eftir þér. Vertu bless, mamma. Góðan dag, Bangsamamma. Nei, góðan daginn. Þið hér? Já, við erum einmitt hérna, sko. Okkur langaði að tala um Bangsamamma. Já. Þið erum mjög spennandi við hann Bangsamamma. Nú já, það er ekkert annað. Svona gangi bara inn, drengir. Hann lúr nú bara í stofu sín blessaður. Rekja bara. Góðan dag, Bangsamappi. Já. Ég var ekki sofandi. Býttu, hver er það? Við sögðum bara góðan daginn. Já, ég heyri það vel. En hver er það sem segir það? Það er Marteinn Skógarmús og Linney Skuggamús. Við stöndum hérna fyrir aftan þig. Já, nú sé ég ykkur báða. Okkur langaði að spjalla dálítið við þig eitt. Já. Já, ég skal segja það. Honum Marteini hérna hefur dottið dálítið merkilegt í hug. Þá hann eftir að ná nafna sér strákur, ég er alveg viss það, sko. Ég var bara að hugsa það í þessum yndislega skógi okkar. Ætti dýrunum ekki leyfast að borða hvert annað? Býttu, gera þau það? Já, sum. Og refurinn er þar verstur. Já, það hefur hann alltaf verið. Ég man í þá tíð gerir þessu skógi þegar... Lillu minn! Svona... rétt úr þér? Ég bara get það ekki. Ekki mál, Martin minn. Ég reddi þessu. Úps. Þetta var kannski aðeins svo mikið. Þakka þér, Bangsamappi. Já, ekki mál, Lilli minn. Hvað voruð þið aftur að segja um refinn? Ég var bara að segja að ég skil ekki hvers vegna refurinn getur ekki safnað sér hnetum og séð fyrir fæði eins og við hinn verðum að gera. Gera það ekki? Nei, hann getur bara þann sem er fyrstur á vegi hans og ef hann heldur þess áfram verða ekki fleiri mýs hér í skóginum. Já, það væri afar sorglegt. Já, það væri mjög sorglegt. Frekar, já. Já, en ykkur er hann svo að getið. Nei, ekki
Jens? Já, og Uglan, hún átt frænku mína. Hún hétt Jóhanna. Já, Jóhanna segir þið. Já, hún er nú bara síðast í gær. Reykti Patti Broddgöldur að éta hana gömlu, góðu ömmu mína. Hvað segir þið? Þetta er ljótt að heyra. En þannig er það. Lítil mús getur varla farið til bakarans eftir brauði án þess að eiga þig hættu að vera étin úr leiðinni. Heyrðu, verðum að finna ykkur á. Já. Ég og Lilli Glöfús höfum samið lög. Og eftir þeim lögum ættu öllum dýrunum í Hálsaskógi að vera óhætt. Já, það er sem ljómandi vel á. Lóð mér að heyra lögin. Lög fyrir öll dýrin í Hálsaskógi. Fyrsta grein. Öll dýrin í skóginum eiga að vera vill. Já, þetta er ágætt. Önnur grein. Ekkert dýr má borða annað dýr. Já, alveg hárrétt. Ekki dýr má borða annað dýr. Þriðja grein. Sá sem er latur og nennir ekki að leita sér matar má ekki taka mat frá öðrum. Alveg sjálfsagt. En að þiggja mat, það má hann. Já. Og svo er það ekki meira. Nei, en þetta eru góð lög. Komdu svo þér nær svo við getum spjallað aðeins betur þetta. Já. Ég ætla bara að skemmast. Bara að kíkja á hana málsamum og meðan og sjá hvernig hún hefur það. Þú ert nú gaman. Já, það er mikið að gera á stóru heimili. Já. Þú fær þvott og býttir mat og svona. Ó, já. Já. Segðu mér, hvað er það nú sem Birnir borðar? Við borðum allt mögulegt. Ber og hnetur og rætur og snigla og hunangskökur. Mér finnst líka afskaplega góð og svona hnetur og hunangskökur og svoleiðis. Já, það er ágæti matur. Já, hvað má nú segja? Hnetur og hunangskökur og svoleiðis. Já, þú trúir því varla hvað ég var vitlaus í morgunbangsa, mamma. Nú, varstu það? Já, ég var það. Ég bara steingleymdi að borða þáður mér lærast það heima. Æ, varstu svona ægilega vitlaus? Já, ég var svona ægilega vitlaus. En þá hlýtur að vera afskaplega svangur. Já, það bara hlýtur eiginlega að vera. Má ég nokkuð bjóða þér hunangskökur? Ég þætti afskaplega góða hunangskökur. Finnst vinir líka góðar hunangskökur? Við þætti nú gaman að sjá þá mús sem veit ekki þykja hunangskökur. Býta þessi vinur minn á meðan ég næ nokkrar kökur. Ok. Þá er ég komin aftur. Ég var bara aðstoða bálsamum við að hengja upp þvottinn. Og hér kemur bara nokkrar kökur. Vinningi held ég að það sé góð. Svona, fáið ykkur og borðið eins og þið getið. Þakka þér kærlega fyrir, bangsamamma. Já, takk fyrir bangsamamma. Djúslega svo. Hvað gáði samræðunar hjá ykkur? Jú, við Marteinn höfum ákveðið að kalla til fundar. Það verður mikil samkoma, öll dýr í skóginum eiga hittast við stóra eigatrið til að samþykkja áríðandi lög frið á milli dýra. Já, alltaf er ég gaman að koma til ykkar, bangsamamma. Við verðum að hægast undirbúning.
Nú verðið að þegja, því fundur okkar að hefðast. Og þetta er mjög áríðandi fundur. Kæru góðu vinir, skógurinn okkar er ágætis skógur. Hér getur öllum liðið vel, bæði stórum og smáum. Við bara gætum verið góð hvert annað og búið í friði. Já, það er satt bangsapapi. Hér getur okkur öllum liðið vel. Já, en því miður er ekki allt eins og þá að vera. Vesarinn snettur vísnar, þú var alltaf að stíga út úr húsi til að eiga það hægt að vera jafnir til agna. Það er sko alls ekki satt. Og jæja mikið. Og hvernig veist þú það? Já. Ég kem aldrei mér að uppljóftra. Það er partur að segja reglum við. Heyrðu Mikki, ég hef heyrt nokkuð ljótt þig. Mig? Já, ég heyrði að þið læðist eftir Martini Skófus og reyndi að ég... Nei, það var sko alveg Það var í Martin, hinn hræðilegi, sem læddist eftir mig og reyndi að éta mig. Já, skammast þig. Refurinn lígur. Ég satt sjálfur upp í trén og horfði á Nikka læðast át í Martini til að reyna að éta. Já, og núna bara síðast í gær reyndi Patti Broddgöldur að éta það gömlu góðu ömmuna mína. Ég bara gerði það ekki. Og þess, hvað var bara? Guðan bara upp. Og, veistu hvað? Það Mikki Refur sagði að afi minn væri ruglandi. Jæja, segir nú að gert sé gert og sagt það sem sagt var. Og borða það sem borða var. En frá þessu, ég allir hér í skóginum að vera vinir. Hvað eigum við þá að borða? Þú getur borðað gras og grænmeti eins og við hinn. Gras og grænmeti? Ekki maður stór og sterkur af því. Nú jæja Mikki, ég nú bæði stærri og sterkari. Svo komdu. Stráð, hvað þið að gera hér? Þetta er villist leikrit. Þó borða ég mest ber, hnetur og grænmeti. En stöku sinnum er gott að smaka kjötmeti. Já, mitt. En að þá vel hægt að vera ákveðs. Maður er ekki stór og sterkur á neinu eins og grænmeti. Grænmeti er bæði hollt og gott og ef ég mætti syngja svolítið lag þá mætti ég syngja grænmetisönginn sem frændi minn kenndi. Og þessi frændi minn borðaði bara með grænmeti og var stór og sterkur og var næstum í 100 ára. Já, þennan söng viljum við heyra. Já, við viljum gjarna hafa 100 ára. Þú verður þá að syngja með mér, Bangsapapi. Já, það skal ég gera. Og þú líka, Bangsi litli. Martin Skófus að lesa upp lög sem ég vil að gildi fyrir alla hér í skógin. Gjörðu svo vel, Martin minn, og byrja nú. Herra! Kom, Martin! Kíktu bara á það! Já, ég kýli bara á það. Fyrsta grein. Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir. Önnur grein. Ekkert dýr má borða annað dýr. Virkir eru. Hvað ert þú eiginlega að gera? Það er stráklega bannað að grípa svona fram í. Er það bannað? Já. Svona, Viki, á þinn stað. Þriðja grein.
Sá sem er lag... Ætlum við ekki að sleppa þessu með 3. grein? Nei, það má Nei, hvað svona? Það má ekki grípa svo fram í. Þessi ungdómi nútímans skótti alla manna sig. 3. grein. Sá sem er latur og nennir ekki að afla sér matar má ekki taka mat frá öðrum. Svo er það ekki meira. Þetta er flott. Nú vil ég að þið sem er samþykkir þessum merkulögum réttum aðra framlöpuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, já, froskandi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nú, uglan og brottbrullur er rétt ekki myndið það. Jú, ég gera það bara víst. Það sést bara svo illa. Og ég get ekki rétt aðra löppina því þá dett ég niður. Já. Og bara svo sagði, ég er meira sammála en allir. Ég líka. Já, 28, 29. En þú Mikki, nú ert þú einn eftir. Já, þið getur svo sem talið mig með. En mér finnst þessar reglur vera algjört bull. Jú. Og þar með er þessu lög samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. En svo verða allir að sjá til þess að þessu lög verða fylgt eftir. Já, við gerum það sérstaklega. Já, og aðrir gera það líka. Já, þá er þessu fundi lokið. Takk fyrir komuna. Bíddu. Má ég fá orðið aðeins? Ég hef sko að hugsa, væri ekki ógeðslega sniðugt að syngja einu sinni enn grænmetisvísurnar? Já, fannst þér að skemmtilega þeirra? Já, mér fannst þessi skemmtilega. Heyrðu, ef við syngjum á 2 svona, verður það 200. Nú ætlum við að taka hlé í 15 mínútur. Við viljum minna á sjoppuna sem er hér frammi og matinn sem við munum selja eftir sýningu ásamt vörðinni. Við hvetjum ykkur til að staldra við eftir sýningu og gæða ykkur á dýrindi súpunni og næla ykkur í eitt eintak af vörðinni því að þetta fer í ferðastuðóðinn hjá okkur 10. bekk og við þykjum allan stuðning. En nú er kjörið að teygja eins úr sér, kíkja á salverðinni og við sjáumst aftur eftir 15 mínútur. Komin aftur núna yfir 2 dagar frá því að við héldum fundin okkar hér í skóginum og núna er málunum dálítið öðruvísi háttað. Uglan borðar bara krækiber og Mikki refur. Hann er allur annar. Hann reynir af öllum mætti að vera góður refur. Það er víst ekki auðvelt. En þarna kemur Mikki svo þið getið sjá flest hvernig honum líður. Góðan og blessaðan daginn, Mikki refur. Nei, er það ekki Lilli Karlsson? Mikki minn, hvernig líður þér í dag?
illa, ég svangur. Ég hef ekki fengið neitt að borða og ég veit ekki hvernig ég á út að með mat. Mikki, farðu í heimsókn. Það er alltaf svo gaman. Ég kann ekkert að fara í heimsókn. Kann ekki? Á ég þó ekki bara að kenna þér hvernig þú farðu í heimsókn. Jú. Mikki minn, fá þig bara sætt. Já, gjör svo vel. Sko, þú byrjar bara á að berja að dýrum. Hjá íkornafjölskyldunni, til dæmis. Svo er opnað fyrir þér. Og þá segir þú. Góðan daginn. Lítið hennar við og sjá hvernig ykkur liðir, segir þú. Já, gaman að þú skyldir koma. Komdu inn og fáðu þér sæti, segir íkornapabbinn. Svo kemur íkornafjölinn og svo segir hún. Má ekki bjóða mér einhverja hlussingu, segir íkornafjölinn. Jú, þakka þér fyrir, segir þú. Og svo kemur íkornafjölinn með fulla skál af netum. Og þá verður þetta ákaflega skemmtilegur og góður dagur. Mér finnst netur ekkert góðar. Mikki, þá ferðu bara til elgsins á eftir. Hann á alls konar gulrætur og salatblöð, brokkoli og grænkál. Svo hann líka alls konar ber, krækiber, jarðarber, vínber og sólber og kirsuber stundum líka. Mikki minn, gerðu nú bara eins og ég hef ráðlagt þér og gangið því vel. Vertu blessað. Netur, gulrætur og salat. Allt þetta vegan jukk getur varla að hafa þessu mat. Ég finn eitt að svínslæri. Ilmandi reykt svínslæri. Ég finn eitt koma frá skemmunni við bæna. Það var ekki amalegt að næla sér í eins og eitt læri. Og svo geti lögum að það var bann. Nei, ég geri það. Nei, krans og garða kál, ég girnis heilbri sál, að öðla slæð og aflatvín alveg vonlaus mál. En betri ánga ber, nú blæðir vitu mér, ég kannast við sviðina svínu og sósar og fleski það matur er. Á svínasteikju sóknum augum æni, ég sveita bílinn niður í ástum ræni. Nú líð ég líkast blæði að lágum orðan bæ og einn og tveim og þrím og þá ég þráði bita fæ. Það er svo ekki að hundófindi var ekki heima og dyrnar voru ekki læstar. Seg, hér er nóg að ýmsu góðgæti. Júgur og hangikjöt og alls konar kjötlendi. Og þarna sé ég hanga. Yndislegt reykt svínslæri. Það var ekki amalegt að ná inn þeirra niður. Það verður hvað hanga á dugni. Já, þau hanga mjög hátt. Hver var það? Nú, það var bara ég. Og hvað er þú að gera hér? Nú, ég er heima hérna. Hvers konar mús er þú hér? Ég er húsamús. Ég á bróður og systur og þau eiga heim í eldhúsinu því þau borða bara ost. En mér finnst kjöt svo gott. Á ég að syngja fyrir þau? Nei, góða, gerðu það ekki því. Þá gæti einhvern heyrt til okkar. Nei. Fólki er alltaf inn til að borða og tók hundinn með sér. Svo heyrir enginn til mín. Jæja, þá syngdu þá. En ekki of hátt. Ég samdi það sjálf. Ég er heldri húsamús, hefi allt sem þarf til bús. Magan bæn og bringu kolla, bústi krós, bergla holla. Fæ mér bita og vita í senn, bragð gott er það viti menn. Unni við það allan dagan.
Ég er bara að bóla mig. Já, ég er alveg sammála, óttalegt bull. Litla mús, ég verð að fá að spyrja það dálítið. Nú, hvað er það? Hvernig ferðu að því að náðu í kjötbita þegar hann hangir svona á dugni? Nú, ég klifra bara hann upp í horninu og labba eftir bitanum og fæ mér hrögginn. Einmitt. Það er afskaplega auðvelt. Það getur vel verið auðvelt fyrir þig sem er lítil mús. En það er alveg ekkert auðvelt fyrir svona stóran ref. Finnst þér líka gott? Reykt svínslæri. Ó, já. Og svo er ég svo bræðilega svangur. Því ég er að streita sig að vera góður refur allan daginn. Verður maður svangur af því? Já, refir verða það. En þú, litla mús, þú getur eftir við hjálpað mér. Þá skal ég einhvern tímann hjálpa þér þegar þú ert í vanda stödd. Nú, hvað er það að gera? Það eina sem þetta að gera, það er að klifra á þau, naga í sýttu reyfi sem að læra aðgerði og svo stend ég hér og tek á móti þig. Já, læri! Já, mér veitir ekkert að því. Jæja, ég geri það þá. Viltu fá að allra stærsta sig til þér? Já, allra stærsta. Ég vil alltaf muna þetta. Þetta er stærsta læri sem ég einhvern tímann séð. Ó, steinsei! Hann hleypur hann í burtu með allt saman og þakkar ekki einu fyrir sig. Já, svona gengur þetta. Æjæ, hvað sé ég? Hann er maðurinn að koma frá bænum. Nú má ég fela mig í skipti. Mér fannst ég heyra einhvern umgangist, eins og eitthvað dytti niður. Heldur að það verið skellir í hurðinni? Nei, það voru ekki skellir í hurðinni. Ég heyrði líka einhver önnur hljóð. Víst hefur ekki komist hingað. Sérðu? Hvað á ég að sjá hérna? Hér hafa þjófar verið á ferð og stolið einu svínslæri. Sérðu ekki að stærsta læri er horfið? Jú, það segir þú konar góð. Og sérðu hér eru spor eftir refi í kveikinu. Sérðu? Þá hefur það verið refir sem starf frá svínslærinu. Já, refir eru að verða refir. En víst þarf að vera á loki. Því nú tek ég byssuna mína og fer á refana. Þá kem ég með þér. Okkar starf er vandi. Ægir eða veiðarði, varúð ári landi. Kannski sérðu mikið þig, kannski ekki fæðaldri. Það er ári landi. Okkar starf er vandi. Þetta réttarandi reynist ári landi. Kannski líka hann sé hér, hann er kannski rétt hjá þér. Það er ári landi. Okkar starf er vandi. Æja, kona, nú skulum við fara á refana. Gerum það. Ætlar að fara strax heim, bangsulíti? Já, af því ég er svo svangur. Þú þarfst ekki að fara heim þegar þú ert svangur. Viltu hnetur? Eigið hnetur? Við eigum fullt af hnetum. Við getum sótt þær upp í trén. Það er fullt af hnetum upp í trjánum. Já, þakka fyrir. Þá vil ég gert á hnetur. Þá verður svona að býða alveg kyrr hérna meðan. Því annars getur þið týnst. Býta hér á meðan hann hafi fullt af hnetum handa þér. Já, þakka fyrir.
við okkar varanlega? Sérðu nokkuð? Nei. Þegiðu! Sérðu nokkuð núna? Já, það er eitthvað sem hreyfir þessi þetta á þrjástund. Ætli það sé ekki refurinn? Nei, væni minn. Það er lítill bjarnangi. Nei, sjáðu þau bara hvað hann er sætur. Við skulum ná hann að takta með þessu. Heitir þú Mikka Refi morgun? Já. Þetta er mjög grunsamlegt. Já, mjög grunsamlegt.
Við förum og finnum eitthvað. Já! Axel pabbi, ég skal sjá þetta. Mér finnst það mjög saltur. Og sjáu þið stóra kjötbeinið sem liggur hann að hliðina á honum. Hann hefur verið að naga það. Ó, vesalings bámsta drengurinn minn. Mikki Refur! Hvar Bangsi litli? Nei, hvað? Hver? Bangsi litli, hann ekki hér. Mikki, hvað hefur verið að borða? Það var engin hérna, sko. Ekki það, nei. Mér sýnist þú vera svo sattur. Og segir nei. Ég var bara að borða reynt svinsværi. Og hvar fékkstu það? Ég fekk það ekki hérna. Ég sótti það heim á bæinn. Heim á bæinn? Já, það er alveg satt. Það svo ekkert í lögunum að það væri bara. Stóð það hjá? Stóð það hjá? Nei, stóð ekki hjá. Erum alveg, þú veist, ekki tjekka á það? Það stóð ekki hjá. Nei, það er alveg hárrétt hjá þér. Ég skal sko segja það, Mikki minn, að Bangsi litli er týndur. Þess vegna er ég svona áhyggjufull. Hann segir, er hann Bangsi litli týndur? Já, það er helst að frétta að Bangsi litli er týndur og við erum öll mjög áhyggjufull. Þá verðum við að fara. Hvað var það að gera? Við verðum að fara að leita á hann. Við höfum leitað á alls staðar, en það finnst hverjum. Þá verðum við að setjast niður, hugsa málið og reyna að komast einhverju niðurstöðu. Það hefur við líka gert. Nei, ég held að til þess fyrir við ref. Segir mér, hvað sáðu Bangsi litla síðast? Hann satt á trjástum og meðan við hinn fórum og sóttum niðurreif í trjárhaldunum. Og svo þegar við komum tilbaka, var hann bara horfinn. Og síðan hefur enginn séð hann. Sýnir mér hvar hann satt síðast. Hérna var hann. Hérna satt Bangsi litli. Hérna, satt blessaður drengur. Dalili! Hvað? Þú ert að skemma mikilvæg sönnunarna. Hvað er það? Það er ekki vinnufriður. Láta ganga. Þú nokkurs vísari Mikki. Hér er mannarður. Ég fylgir þetta tveim. Manni og konu. Þau hafa tekið Bangsa litla. Og hvað er þetta fólk núna? Ég er að reyna að komast að því. Þau hafa gengið þessa leið og heima bæinn. Ó nei, Bangsa litla hefur verið rænt. Hvað eigum við eiginlega að gera? Við verðum að finna hann. Já. Í fyrsta lagi, þá býðum við hér. Já. Í öðru lagi,
lagi, bless á með það. Bless! Mikki er bæði hugrakkur, snjall og góður. Já, refur hefur þú tekið miklu stakkarskiptum. Bara hann finnir bangsalykla. Já. Heyrið þetta? Þetta er stóri, grimmi valdurinn á bænum. Bara hann ná ekki Mikka. Þarna kemur hann aftur. Mikki, fannst það? Ég held ég að þetta. Ég held að þið læstu bóksalega inn í skemmunni það. Mér fannst ég finna líkt á það. En ég komst ekki til hans. Þið fyrir undan sendu stór og grimmur varmöndir. Og það var næstu í múnan á mér. Það var nú gott að hann náður ekki Mikki. Já, það var óbúslega gott. Þessi varmöndur, það er lífshættulega. En Mikki, Já, við verðum að finna bangsalykla. já, ég veit það. Við þetta ráð í hug. Lofur að heyra ráðið, Martin. Ég sting upp á því að við Lilli Klefhús læðist heim á bænum. Þar byrjar hundurinn og hann er lífshættulegur. En það er ekki vist að sjá okkur, því að við Lilli Klefhús erum svo litli. Og þess vegna kæmust við kannski fram hjá honum án þess að sjá okkur. Þetta er ágætt ráð. Ágætt ráð. Og svo komumst við einhvern veginn inn í skemmuna af því að við þurfum ekki stórt gat og leitum á bangsalykla þar. En hvað er stóra grimmi varmundurinn sér ykkur og étur ykkur? Það verður alltaf einhver áfagli sem hættu ferður. Hvað er það? Já, það eina sem við þurfum að hugsa núna er að bjarga bangsalykla. Komdu Martin! Nei, ég... Þið eru sannarlega hugrakir. Ég get hvergi fundið bangsalykla þess! Ég ætlaði bara að segja, ég get ekki fundið... Össiklastelpa fóta þeim. Er þið búin að finna það? Lilli Klefhús og Martin voru heima á bænum að reyna að finna bangsalykla. En þið mátti ekki hafa svona hátt, því þá getur hundurinn heyrt til því og þá vaknar grunur hans og þá getur þetta allt farið út úr því. Ég get við að fagna! Þarna koma þér tilbaka. Putta. Já, við fundum hann. Við lentumst fram hjá hundinum án þess að hann sæja okkur. Skemmundirnar voru lokaðar, en þá skriðum við undir skemmugólfið. Þar hittum við pínu litla húsahús. Hvað eruð þið að gera hér? Sagði húsahúsið. Við erum að leita bangsa, sagði ég. En hann er ekki jafn stór og venjulegi bangsa af því að hann er bara lítill bánsandrengur. Þá veit ég hvað hann er, sagði húsahús. Fylgið mér! Svo eltum við húsahúsina inn pínu lítið gat í gólfinu og þannig komumst við inn í skemmuna. Og þar satt bangsalykli. Og elsku bangsalykkurinn minn. En manstu ekki hvað ég sagði, Martin? Jú, svo sagði Martin. Engar áhyggjur, bangsi minn, við skulum bjarga þér. Bíddu bara hérna alveg rólegur. Svo sagði húsahúsin að hún hafði heyrt að maðurinn og konur sem ræmdu bangsalykla höfðu sagt. Sögðu hvað, Lilli? Þau sögðu að þau ætluðu að selja bangsalykla í fjölleikahús. Í fjölleikahús? Já. Æ, nei, ekki fjölleikahús. Jú, víst. Þið sjáu það að við verðum að bjarga honum núna strax. Já. Við verðum að finna eitthvað ráð. En það er sko engin hæðaleikur af því að bangsi er svo stór að hann kemst ekki nema bara út skemmundirnar. Og þær eru læstar með krók. Auk þess liggur þar fyrir utan stóri grimmi varðhundurinn Habakúk. Og það er hægara sagt en gert að komast fram með honum með bangsa. Já. Þetta verður erfitt. Þetta verður mjög erfitt. Heyrið, ég held að ég viti hvernig við erum að fara að þessu. Mikki, ef þú finnur bjarga bangslykla, verður ávallt besti vinur. Líka mín. Aðalatriðið er að koma hundinum og það skal ég gera. Lilli Klefhús, getur þú lyft hengnum af hurðinni? Það get ég vel ef að hundurinn er farinn. Þá er vandinn leystur. Hleyp mér heim á bænum en ég kem á honum hinum megin. Svo sest ég niður og ylfra eins hátt og ég get.
þá eldir hundurinn minn niður brekkuna og geltir eins og hann er vanur. Og þá, Martin og Lill, þá hlaupið þið eins og fæturtoga heim á skemmunni, lyftið dyraklokkum af hurðinni og hlaupið í burt með bangsalysla. Þetta getum við vel. Eru þið tilbúinir? Allt þínu búið. Þá hleypi ég á sá. Blessa mig. Snjall og góður. Já, refurinn hefur tekið miklum stakkaskiptum. Bara að finna bangsalysla. Komdu, Lilli. Verðum við að lærast, það listir margur kann. Þau framtak fyrir liggur að frelsa bánsinn mann. Þau bánsa burtu námu frá bæjarnum svo laga og sögðu stætt að selja hann í sirkus næstu daga. Í hús þau leitan hafa og hespu fyrir smell. Þau hafa verðið hástektur og gert. Já, nú uppi reyna að rugla verðin grama. Við sigrum hundinn hafa kók og höldum allir saman. Já, nú uppi reyna eitt ráð sem ég tel best. Hann gengur niður í gilið og gólar þar sem best. Og hafa kurmur hlaupa og mjóðu drengir snjallinn. Og meðan bása björgum við og burtu þjótum allir. Mér finnst þér að refurinn ætti að fara að ýlfra. Hundurinn heyrði þetta ekki. Heyrðu mig. Ég held nú bara að þessi hundur sé eitthvað heyrnarskemmtur. Heyrðu, getið þið öll hjálpa okkur aðeins? Hundurinn þarf að heyra í okkur. Þannig að þegar ég segi til, þegar ég tek upp á 1, 2, 3, eru þið öll til að ýlfra. Eru þið tilbúin? 1, 2, 3. Kom, við getum gert betur með það. Halló, allir, þá meina ég hver einn og einasti. Allir, enginn feimni hérna, sko. Ok, eru þið tilbúin aftur? Allir, líka þið ætlið að leiða þetta, krakkar, er það ekki? Ætlið þið ekki ýlfa rosa hátt? Allir, ýlfa eins hátt og þið getið. 1, 2 og 3. Þetta gekk eins og í sögu. Komdu, Marteinn. Nei, bíddu, þarna kemur ykkur. Já, þetta er alveg að koma frá bænum. Sástu hvernig Habba stökk af stað? Þá hefur það verið refur. Habba kom komin á sporið. Já, alveg þegar komum hann sem bara eftir hann. Þetta sögur. Þetta kemur sér einmitt mjög vel. Já. Komdu, Marteinn. Nú björgum við bangsalykla. Bangsalykli, flýttu nú. Nú, voru það þig? Já, þetta voru það þig. Við verðum bara hinn á það. Já. Þarna komum við aftur með bangsalykla. Ó, elsku bangsadryggurinn minn og elsku mamma, ég er svo fegin að þú frjáls. Og mamma er svo glöð að sjá þig. Já, tókst okkur þetta ekki vel? Jú, þið stóðu ykkur sannarlega svo hetjur. Já, hún svo sannarlega hugrakkur, Marteinn litli skógarhús. Þakka þér fyrir bangsapabbi. Já, og þú líka, Lilli. Já, og ávallt skulum þið tveir ávallt vera okkar bestu vinir. Já, þetta voru allt samkvæmt áætlun. Já, þetta var allt vel að lokum. Svona er þetta þeim hjálpast að. Hefði refurinn og uglan og ég og þú höfum ekki öll hjálpast að. Höfum ekki getað bjarga bangsalykla á þennan hátt. Já, alveg hárrétt hjá þér, Marteinn. Og
Og nú vil ég þakka þér, Mikki, alveg sérstaklega fyrir að hafa bjargað. Veitu, hvar er Mikki? Já, hvað er Mikki? Hann er ennþá á flótta undan hundinum. Æ, vesalings Mikki. Og bara hampakók nárum ekki. Hefur einhver síðan? Húrra, þarna kemur hann! Ég hef nú aldrei komið síðan krakkaði. Hundskvikindi er búið að elta mig að landið verð endilega alla dag. En nú náði ég loksins að leika á hann. Þarna niður frá gamla grefið mitt. Ég fór inn í það hérna megin, en ég fór út það hinum megin. En það sá hann ekki, svo hann stendur þar enn gert á mig. Já, Mikki, þú ert, já, það ertu. Besti vinur minn. Það? Já, og nú legg ég til að við höldum veislu. Því þetta fór allt svo vel að lokum og við erum öll svo góði vinir. Þá held ég að við ættum að halda upp á afmæli hans bánsapabba í leiðinni. Því hann er einmitt 5-10 ára þessa myndir. Það er allra hans hund. En bánsapabbi, getur ekki fóðið líka litlu búsamúsin í veisluna? Já. Jú, það ættu að gera. Því það er ágættismús. Já, húsamúsin á að koma. Mér finnst að við ættum þá að syngja afmælissönginn hans bánsapabba. Af því að hann á svo vel við. Já, syngjum við bánsapabba. Já, ekki það. En þá verða allir að taka undir. Af því það er svo gaman. Bangsa þykir aflaust ætt, kræki berja sultan sætt.